Hinn árborna ámátka, grótti, þanþol, meiðmar, við gjöldum gjöf, nýsumst niður, því annars erum við þjófar. Náttúran verður til úr bullandi froðunni Freyju, hefur alla eiginleika sína úr reglu ginnungagaps. Íti hass, hættir hlátur prakriti og ein blómstrandi heild. Hinn árborna náttúra móðir, ámátk mjög, grótti, þanþol, meiðmar. Ekki veit ég hver kokkaði upp orðið náttúru trúarbröð, en ekki á það við sem bókstafstrú. Við þurfum skilning. Bramonda gullleikið, alheimurinn, allt þetta skapaða, fjöreggið. Allt í náttúrunni má svo notast til að benda á hið óséða, svona stokkar og steinar sem notast sem aðgangumiði, leiðavísir. Náttúran hylur sjónum hið óskapaða sem allt í raun. Marja Mey skrifstofumær hjá Guði. Hún yndisleg leið til að viðra óskir manns. Einhvern veginn þægilegra að tala við hana en við hann Guð. Hún bættist í fjölgeðið okkar. Hún mildari og áþreifanlegri, mennsk, gyðjuleg. Engin Guðsótti í gangi, ekki dullungafull neitt. Hún algóð, því má treysta. Ekki endilega alveg pottþétt að þessi algóði Guð sé alltaf algóður neitt. Svona patriarki reiður stundum, út af ykkur í hin og þessu var okkur sagt í gamla daga. Stokkar og steinar, sýnileg sköpun, leiðandi inn í hið óséða, inn fyrir hið séða. Við ætlum að fara inn fyrir náttúruna, inn undir náttúruna í uppruna hennar og okkar. Maður getur dýrka náttúruna alheim á ýmsan fallegan hátt, orðið dólfallin yfir fegurð himinsins til dæmis, séð eitt eilífðar smáblóm, og dýrkaðan á þann hátt. Hún líka dýrlega fögur og gjöful. Hver lífvera sem lifir og hrærist í náttúrunni á sinni þróunarbrautu. Það of fagur til að skemma. Menn beri virðingu fyrir öllu lífi. Náttúran okkar árborna ámátka hylur fyrir okkur raunveruna, grundvallar raunveruleikan. Augun okkar sjá þessa sköpuðu náttúru. Sem við sköpum sjálf hver og einn í sínum kolli úr gúmni náttúrunar. Sem hefur alla sína eiginleika úr raunverunni. Nú höfum við þá þekkingu og þurfum að skilja að við stjórnum öll í heimi hér ef við kunnum að stjórna úr sviði innan náttúrunar. Ekki svo að náttúran stjórni okkur, en þetta vita mennirnir nú ekki vel. Náttúru hugtök notið til samlíkingar til að auka skilning. Auðvitað slíkt svolítið villandi fyrir þann sem ekki enn skilur. Verið að reyna að útskýra með því að nota eitthvað sem maður skilur til að útskýra eitthvað sem maður ekki skilur, en stundum bara ekki hægt að auka á skilning manns með þessu. Þess vegna nauðsyn hverjum hugsandi manni að gera rannsóknir innan eigin vitundar sinnar á því sviði sem engin sköpuð náttúra okkar aðeins möguleikar. Náttúran sem við erum búin að búa til í okkar huga úr gúmni, úr ginnungagapi, mjög svo raunveruleg í okkar huga. Það okkar ósvinna. Við skiljum ekki vel það sem allt úr, sem náttúran okkar fagra úr komin. Við skiljum náttúrufyrirbærin af eigin reynslu, svo ekki svo sem alvitlaust að nota þau til útskýringa á því óáþreifanlega. Vel fer á að benda á hve náttúran hins sjáanlega þekkt meðal vor og hve vel fer á að hún leiði okkur í dular veröld raunverunar og útskýra að náttúran okkar hylur sjónum það sem verið að útskýra. Öll hennar lögmál, öll hennar hegðan í stóru og smáu samkvæmt lögmálum úr tífatúnum komið, hún úr þessu ósýnilega fimbulflæði fullkominna reglu. Það svið okkar mannlega augum oftast hulið innan náttúrunar, því ótær maður sér ekki upprunan, ginnungagap, hið óskapaða. Við vitum kannski ekki einu sinni að við erum það svið tilverunar. Dulinn og hulinn raunverun okkur, meðan við ekki sjáum og heyrum eins og sáka og heimdallur, en það vegna eigin ótærleika okkar. Í augum þessi mann sem orðin sem sáka og sér náttúran svolítið platt. Hinn altæri maður sér að allt í náttúrinni raunveran, ekkert annað
Hann horfir á blóm, sér blómið eins og hinn ótæri maður sér raunar líka, en tær maður sér einnig að það aðeins flæði safans, vínsins, mjaðarins sem verður krónublöð, blöð, stilkur, rót, fræ. Ekkert annað en ginnungagab. Sagt að Austurlandabúinn horfi á blómin, staldri við, njóti ilms og fegurðar þeirra. Vesturlandabúinn tíni blómin, far með þau inn á rannsóknastofu til að reyna að finna út í hverju fegur þeirra liggi. Það hefur einnig verið kallað að klippa sundur rafmagnsvíra á hljómburðagræjum til þess að reyna að sjá tónlistina í leiðslunum. Náttúran ógagnsæ hula þeim sem ekki eru sjáandi. Hún það eina sem vanþróuðu mennirnir sjá. Hún gagnsæ hula þeim sjáandi. Hún mythia, ekki sönn, aðeins sýnist vera, svo lítið platt. Menn skilja ekki að mythúja, ranglega talin vera, hylur sjónum það eina sem Skilningavitin gerð til að nema höfuðskepnunar, ekki raunveruna. Prakriti, hinn sjáanlega náttúra, pra fyrr, krí gert. Úr paraprakriti, æðri náttúru innan eindarinnar. Þetta skammtafræði. Allt innan eindarinnar, allt sem allt í ginnungagabi því ekkert annað Náttúran, eins og við hylur raunveruna sjónum ól uppljómaðra manna. Þeir ósvinu gjöra oft órétt því þeir skilja ekki að uppskera munu þér svo sem þér sáið. Afleiðingar orsakana lögmáli veröld, mótgjörð jöfn gjörð. Afstæðiskenningir aðeins í veröld. Ósvinir menn sjá aðeins gjafir náttúrunar, vita ekki hvaðan þær koma, vita ekki að þörf að nýsast niður ef vináttu hennar á að halda, vita ekki að safin og næringin á sér brunn og upptök, vita ekki að manntré sem lífstré hafa rætur og vita ekki hvaðan þær rætur þurfa að fá næringu sína. Menn halda þeir séu menntaðir ef þeir geta lært að blóðmjólka. Telja sig mikla menn ef hægt að ná gróða úr gróðri og auðlindum, telja sig jafnvel herra jarðarinnar með leyfi til að drepa allt sem þeim listir eða hafa matalist á. En þeir litlir karlar sem ekki skilja. Sumir telja sig æðri öðrum mönnum útvalda í heims yfirráða tilgangi. Sumir að þrátta hver hafi fundið upp sannleikan eða fundið hann fyrstur á jörðinni. Það vegna þess að þeirra pínuponsu litli heili veit ekki að sannleikurinn mjög stór og að enginn hefur fundið hann upp. Við vitum kannski að alheimurinn stór en miðað við ginnungagab okkar alheimur pínuponsu lítill títuprjónshaus. Við vitum að við erum lítil miðað við jörðina og að jörðin pínuponsu lítill títuprjónshaus í alheiminum okkar. Erum við ekki lítil og vittlaus, rykmaurar á teppi, ef við erum að þrátta hver sé bestur? Það segir Gulliver. Eða var það hann Anonymous gamli, eða þú? En þessir litlu kallar allir sannleikurinn, eilífðin. Þegar þeir skilja það, erum við í góðum málum, byrja að finna skilning. Þess vegna verið að segja okkur allt þetta sem í krakkaskaræðunum. Prajna aparadha uppaf allra veikinda, alls misaræmis. Allrar geðflækju og allra vandamála. Vitsmunir, budd, okkar, gera mistök. Við yfirskikju vila og óðin vilji við yfirskikja ginnungagab. Samhita, samsvið allra náttúrulögmála aðsetur allra kraftana. Þríendin þess Rishi, Vata, óðin, Devata, Pitta, vili, Chandas, kaffa, við. Mennindi gera þá skissu að fara að vinna beint úr vitsmunum. Það gula perran á myndinni. En ættu að vinna beint úr samhita, án prajna aparadha. Það án mistaka sem mannlegi vitsmunni gera með því að gleyma að þeir ginnungagab, mýmir gleymdur. Mistökin að vinna ekki út frá tæri vitund. Kristna ráðlegur Arjuna í Bhagavad Gita, Yogastaha kuru karmani. Þú ættir að vinna út frá tærri vitund. Menn ættu að læra þetta og iðka það, gleyma ekki að nærast. Menn lifa í forvitni fyrirbærinu, skiptingu í þríeind, gleyma að sóast í eind alls sem Heilinn virkar ekki fullkomlega vel ef að nærist ekki á reglunni. Ósamræmdar heilabylgjur, sem mælast á heilalínunditi, afleiðing prajna aparadha. Þá vantar okkur næringu. Vantar réttangunni heilbrigðis. Ósamhljómur verður til við að ferlið óðin vilji og ginnungagab riðlast.
Sjá í bók Hari Sharma læknis Prajna Apharada og hvernig slík skissa okkar veldur ósamræmi og veikindum. Ósamhljómur undirrót veikinda, réttur gúnir læknar. Ræktun sem byggir á samsviðinu lyftir ræktun á æðra plan. Tærleiki, næringargildi, réttur gúnir í öllu. Gefur okkur öllum heilsusamlegan mat. Maharishi Vedic Organic Agriculture. Notum nú innbyggða sköpunargáfu okkar til að skilja hvernig allt verður til sjálfkrafa, hvernig Guð sér sína eins og gamla fólki sagði þegar ég var lítil. Eðli alls að þróast og þroskast. Við sjáum þetta allt í kringum okkur í náttúrunni sem við sjáum og þurfum að vita að ginnungagap allir möguleikar og náttúra alls gróska, blómstrandi, allt í átt til fullkomnunar. Itihas, blómstrandi heild. Við þessarar náttúru, innsta náttúru okkar þroski. Eðli okkar mannana að þróast til fullkomnunar. Við þurfum að vera meðvituð okkar eigin fullkomnu ásköpuðu náttúru. Nótt gefur náttúran ef við kunnum með hann að fara. Kunnum að meta gjafir hennar og vitum hvaðan þær koma. Gná og fulla. Nú förum við brátt að tala fullkomið líf mannana, ekki einu sinni forvarnir. Ekkert minna dugar okkur en fullkomnun. Til þess menn að fæðast. Mennirnir gefa náttúrinni með því að sóast í glaðheima vitundar. Þá kemst regla á ný í umhverfinu og við njótum gjafa náttúrunar án þess að vera þjófar. Þurrkurinn kemur á réttum tíma, regnið kemur á réttum tíma. En séu menn þjófar sem náttúran kalla svo, verða hamfarir fyrr eða síðar. Þegar þoli móður náttúrur ofboðið eins og móðir jörð orðar það, mennirnir eins og rykmaurar á mottu, teppis bleðli sem konan á efstu hæði blokk hristir fram á svölunum sínum og spyr ekki rykmaurana hvort þeir séu samþykkir eður ei. Þannig menn sem næringalöysir, vísin kvistur og á glækastað. Ofreiðnir ekki þól náttúrunar, menn. Þessir 3 peyjar stjórna öll í veröld mannana, en mennirnir vita ekki að mennirnir sjálfir stjórna náttúrunni með einföldum undirtökum og þessum 3 kátu gunnum hennar leið. Dýrmerkurinnar og fiskar hafsins lífverur á sinni þróunarbrautu. Synd að drepa, gefur slæma skuld, riðlar þundarflæði þróunar. Slíkt gera aðeins hinnir ósvinnumenn, fremja synd, njóta syndar, neita syndar. Hinnir vitru skilja hvaðan gjafir náttúruna koma, þeir nýsast niður, sóast, gjalda gjafirina með lotning og þökk. Við ausum með því þekkingunni upp í mannlífið. Gefum öllum mönnum gjöf. Þegar menninir einherjar náttúran þeim gjöful og algóð. Þá kroppurinn okkar heilbrigður í samhljómi altær streitulaus. Jötnar segja æbrasta. Engin tæring í kroppnum okkar. Einherjar svona þú og ég þegar við höfum vígt okkur altær. En það gert með að nýsa niður iðla alla ævi, smjúum þá gegnum síu sinjar, tæknin TM sem Maharishi gefur okkur, handa vinnandi mönnum en Maharishi leggur til að við skiljum öðlumst skilning með kollinum okkar. Til fullkomnunar menn að fæðast, mennirnir geta skilið. Í glaðheimum næringin, hér einnig allir möguleikar. Við getum verið óendanlega skapandi eins og náttúran. Komumst úr Prajna Apharada í rétt tengsl. Nú vitum við hvaðan náttúrunar máttur, megin og ægikraftur kemur. Ræturnar sjá menn ekki með augunum sínum en þeir geta skilið og þeir geta fengið reynslu af kyrðinni orkumiklu innan sjálfra sín. Menn fara að sjá þegar þeir sóast iðla. Þá verða þeir sem sáka með rætur í leðju og vegna lögmálra náttúrunar þróast upp í sólina. Náttúrun áttföld. Ginnungagap, vitund, hverfist innan sín og gefur áttfald prakriti. Gunnarnir, eiginleikarnir, aðeins til í veröld, en hún hlýtir auðvitað reglur ránar. Búmir apo nala vajú, kam mano, buddhir evacha, ahamkara itya me, inna prakritir astata. Búmi sama orðu prithvi, jörð, apas, djala, vatn, anala, agni, eldur, vajú, loft, kam eða akash, rúmið, manas, hugur, buddhi, greind einstaklingsvinnur, vitsmunir, innbyggð þekking, ahamkar, gerð eða það að búa sig sjálfan til sem einstakling.
Og svo sjáum við á myndina að höfuðskepnurnar eru mjög mismunandi fyrirferðamiklar. Verður til í þessari röð ahamkar, bud, mana og höfuðskepnurnar 5 svo hver af annari og samsvara skilningavitunum 5, kam, akash, rúm, vayu, loft, anala, agni, eldur, apash, djala, vatn, búmi, prithvi, jörð. Skilningavitin eru gerð til að nema náttúruna, ekki raunveruna. Við sjáum og mælum orkuna, efnið, höfuðskepnurnar, tanmadra eða mahabhuta. Náttúruna er prakriti, fyrr gert, hinn sjáanlega náttúra eins og áður sagði. Úr paraprakriti, æðri náttúru innan eindarinnar gerð, í eindinni. Hérna koma gyðjurnar okkar mikið við sögu, hér lifa þær. Eðlisfræði, ægikraftur skammtana á mörgum tíma og rúms, en náttúrun okkar er auðvitað innan eindarinnar eins og allt sem er. Allt sem er í heimi er úr möguleikum samsviðsins, ginnungagabi svið allara möguleika. Í náttúrunni er allt svo eðlilega náttúrulegt. Við ættum að læra af henni. Náttúran fyrir alltaf auðveldustu leiðina og nær mestum árangri. Með tækninni TM til að sóa einstaklingsvitund og huga í ginnungagab ausum við allri þekkingunni og allri tærri sköpunagafu upp í mannlíf á jörðu. Þessi tækni, TM samsviðstæknin sem að hafa þróaði úr veta þekkingunni, er auðveldasta leiðin og gefur mestan árangur. Náttúruleg, eðlileg eins og náttúran. Í ginnungagabinu eru möguleikar alls eins og við vitum nú. Í vitund, að auki svo regla og sá kraftur og svo kyrð sem við sjáum í öllu allt í kringum okkur, í náttúru. Þetta er okkur einnig eiginlegt, í okkur. Auðveldasta leiðin, auðveldasta aðferðin, engin áreynsla og mesti árangurinn. Allt í náttúrunni vinnur og hvílist og allt er áreynslulust, vetur er hvíld gróðursins. Jafnvel hjarta sem dælir heila ævi hvílist og vinnur. Auðveldasta aðferðin til að sóast er TM-tæknin sem allir menn geta notað. Mesti árangurinn af notkun hennar er einmitt vegna þess að tæknin er auðveld, náttúruleg, sjálfvirk og virkar strax og alltaf. Við þurfum ekki að biðja, vona, bara gerum, sóumst. Við viljum þróast, það er af eigin náttúru okkar sem við viljum þróast. Við lífugum svið allara möguleika í mannlegri vitund með því að nýsa niður. Það svið er eind, tvískinnungslaust, gunnalaust, þursapeyja þryggja laust. Við skulum vera án þursamaga þryggja og vinna út frá tærri vitund. Gunnarnir, þeir þrír, tríguna, eru eiginlega skaparar náttúru, þeir eru í veröld, þeir stjórna öllu hér og gera mikið gagn. Þeir þrír sjá þróunarferlið. Við þróumst í mannlífi. Þróun og framför krefst gjörða, framkvæmda, athafna, ekki satt? Ekkert er kyrrstætt. Gjörðir þurfa að vera góðar. Valkyrjugjörningur er rétt gjörð. Sé gjörð í þundarflæði, fær hún meðbyr og er léttilega framkvæmd. Framkvæmdir þurfa ratsjóguna, rassakastaguna sem er hvati athafna. Svo hefur það sattguna og tamoguna, sanni og hægi, náttúrunar eiginleikar, sem beina stefnugjörða í einhverja ákveðna átt. Tamigun er varkár, tekur sér tíma til að vega og meta, senkar, byggir á reynslu. Ekki taka þetta svo að hann sé ekki til staðar þegar hreyfingin drífur allt upp á við. Sannigunni er svifin upp í tærar hugmyndi sínar á nóinu. Svo gott er að fari hann ekki ofóðula. Allir þrír alltaf saman í öllu. Stig af stíi þróumst við. Það er af náttúru okkar, eðli okkar. Engin hætt er á við verðum eftir milli vitundarstiga, ef svo má orði komast, því þróun okkar kemur með tærlega okkar smátt og smátt, pínlítil skref. Jákvæð orkan í sannaguna drífur okkur áfram. Náttúrun er orkumikil og svo orka beinist ætíð í þróunarátt. Þetta þurfa menn að skilja því það sem stríðir gegn þessu alheims lögmáli skapar slæma skuld. Notum náttúrulega sköpunagaf okkar rétt og þá mun náttúran gefa gnótt. Leitum ætíð hins háleitasta fyrst, sóist menn. Öðlist aukinn framkvæmdakraft og betri afrakstur með minnstu fyrirhöfn. Þetta hljómar eins og góð hagnýt hagfræðiformúla. Þannig vinnur náttúran. Hún er snjall og víðsýn hagfræðingur. Það er einnig okkar náttúru og eðli að geta unnið eins og hún. Ná sér í fimbulrúnir á auðveldan og náttúrulegan hátt. Gjörða tækni, karma svo kásalam, nýju galdra góða og ljóðin. Nýsa niður, falla aftur þaðan. Við iðkum TM samsviðstæknina 2 á dag.
Hugur dregst sjálfkrafa af náttúru sinni inn að ginnungagapi heim í vitund og við fáum hér orkuna mestu til að aðhafast í lífinu. Við drögum ekki hugan eitt eða neitt, leiðum ekki hugan einu sinni neitt. Hugur af eigin náttúru sinni kælir sig onni í núll, það eðli og náttúra alls í heimi hér og þennst hér út í óendanleika. Hérðan kom hann þá, vissum við það ekki. Hérðan koma hugsanir okkar sem við finnum á yfirborðinu. Ginnungagap breytist ekki einu sinni við að Freyja gerir alheima. Móðir náttúra á handa öllum mönnum allt efni í gleipni góðan sem heldur. Við þurfum að sækja það inn fyrir náttúruna í upprunnan. Það galdurinn góði. Auðlærður. Þegar við erum í hangi á vinga meiði sem týra ein, hugar týra, sem svo sóast í nýrvana, nýsum við niður og föllum aftur þaðan og nýsum niður á ný. Talið var af miskilningi, þegar þekkingin skolaðist til í aldanna rás, að aðeins sérstakur lífstíll gæfi kyrrð. En Maharishi þróaði þá tækni sem hentar öllum mönnum, hvar svo sem menn eru á sínir þróunarbrautu, hvaða lífstíl sem þeir kjósa sér. Hið eina sem skiptir máli að nýsast niður, það eitt nauðsynlegt, algjörlega óháð hvers konar lífi menn lifa yfirborðslega séð. Kyrrðin eign allra manna, kyrrðin orkumikla beinir lífstíl í heilbrigðan farveg. En það maðurinn þessi orkumikla kyrrð, eindin, ginnungagap, þar sem allt rétt. Svo hæguru heimatökin, þekkingin í vitund. Vinnandi menn, fjölskyldur, börn ekki hvað síst þurfandi fyrir kyrrð. Hvaða lífstíl sem menn kjósa TM besti vinur sem bæti lífið. En tæknina þarf, rétta auðvelda tæknina sem virkar. Ekki þvinga, ekki einbeita sér. Náttúran gerir ekki þannig, ekki bíða né vænta. Hið auðveldasta, hið náttúrulegasta, gefur mestan árangur fyrirhafnalaust. Þar með sannarlega hið eðlilegast og besta. Tarati Rukam Atma Vitt. Sá sem tengdur alheimsvitund, sá sem af eigin reynslu þekkir vitund Atma Vitt, kemst yfir alla sorg og kvöl, því slíkt mannanna tilbúin óþarfi, klaufaskapur sem ekki ætti að fyrirfinnast neinstaðar. Þetta hagnýtt. Fimbulrúnir nemast upp, stinnistafir, 9 galdra góðir sem öllum mönnum í veröld gagnast til allra góðra verka. Ekkert neikvætt þrífst, þar neikvæðni ekkert í raun, aðeins tóka, mengun. Hið ytra háð hinu innra, víst því með því að sóast, tærleikin kemur innanfrá. Svo verður hugur tær, svo fylgir líkamann á eftir, ekki á hinn veginn. Hugsanir okkar skapa líkamann okkar úr gúngni náttúrunar okkar. Náttúran fylgir svo einnig þroskastíi, vitundastíi mannanna. Fyrst við, svo náttúran með. Aukinn tærleiki leiðir til réttra athafna. Ekki neitt annað en þundarflæði mögulegt í tærleika. Og hvað vigriðarslétta, sem okkur svo nauðsynleg, þar sem dansa gunnarnir 3 trígúna eiginleika náttúrunar? Vita menn að í einu og öllu í náttúrunni, hvert sem litið hvert sem hugsað stjórna eiginleikar þessir 3 öllu. Vita menn að engin vandi að losna úr gunnadansinum, að til þessi TM-tæknin og þar með kemur kyrrð í stað æsings, eirar og heilbrigði, samræmi í stað ruglingslegs hasars. Og allar ákvarðanir verða sjálfkrafa réttar. Muna skulu menn að óáran, svo sem stríð og náttúruhamfarir, vegna heimsku mannanna, eigin skilningsleysis þeirra. Náttúran sér öllum fyrir öllu sem þeir þurfa, en grípi menn til græðgi og skilji ekki gjafir hennar fyrir verra. Það vita fenja og menja ambátt á best. Þegar þaðanþoli náttúrunar ofboðið, fenri spikaður af rangindum mannana, en hún líður börnunum sínum óvitaskap aðeins upp að vissu marki, springur hún, sem náttúruhamfarir og styrjaldir. Við skulum laðast að því sem skapandi. Þá skulum við fara beint í það svið, ginnungagap, tívatún, sem skapandi. Sköpunarmáttur náttúrunar, prakriti úr paraprakriti kominni, úr samsviði allar náttúrulögmáluna í sömu mynd og vitund. Og okkur Guð velkomið að njóta sköpunarmáttarins í okkur sjálfum og leið skapa samræmi í umhverfinu. Það gjöf okkar til allra mann á jörð og til náttúrunar okkar. Náttúran lagskipt, hver einasta sneið inniheldur allt,
En þetta ekki samskonar hírarkía eða völd og goggunaröð eins og finnst hjá valdastofnunum og mönnum á dýrastíginu. Yogachitta vritti nirodha. Í sönnu jóga, sameiningu einstaklingsvitundar og alheimsvitundar, hugurinn kyrrastur í kyrrð. Og þetta sem sagt hægt að mæla með heilalínuriti, hver sem getur lært TM og séð hvernig heilabylgjurnar við iðkunina. Þá vökum við okkur sjálf, gefum öllum mönnum auðæfi og vökum náttúruna hvíta auri, björtu silfri vitundar, ekki lengur þjófnaður sá að taka án þess að gjalda gjöf. Ef við erum gráðug, þá missum við nefnilega vináttu móður náttúru. Náttúrun góð móðir okkur börnunum sínum. Mjöt kann maður skíða og næfra og viðar vinna sig megi mál og missiri. Gegn betri vitund rányrkjan. Virða skili gjafir náttúrunar. Drottin gaf og drottin tók greinilega hefði vitað að tvíeðli veraldar, svo drottin sem gefur og tekur persónugervingur veraldar tvíeðlis og óöryggis. Persónugervingur náttúrunar þegar með lifa í ósvinnu þess drottins. Aðeins hinn ósvinni maður lætur bjóða sér ótta. Óvissa þessi svo aftur á móti nokkuð svo heppileg fyrir frjálsan vilja mannana, urði. Knýr mennina til ákvarðana sem auðvitað telja réttar hverju sinni. Náttúran veraldleg og hún gefur og gefur, en þeir sem ekki gefa meðmar til hennar með að sóast, geta ekki endalust þáð. Þá þeir þjófar. Þeir kallast ekki menn, geta ekki borið það nafn. Þanþol náttúrunar ekki að neinn drottin gef og taki, en þannig orða ósvinnir menn sínar sorgir og víl. Ósvinnir menn vita ekki að slíkt þeirra eigin skapnaður, óskapnaður, sjá ekki fyrir ósvinnur sínar sakir. Allt undir fólkinu komið. Líðan og gjörðir undir vitundastígu hverjar þjóðar komið. Hver þjóð fær þann leiðtoga sem hún á skilin? Vegna þess að þjóðarvitundin stjórnar honum. Þjóðarvitund stjórnar leiðtoga. Ef menn vilja rétt sínan altæran stjórnanda, hækka þeir þjóðarinnar vitundastig til tærleika. Með hækkandi vitundastigi verða menn mildir og skilningsríkir og þjóð á háu vitundastigi öðlast stjórnendur sömu gæða, nákvæmlega eins. Meili Óðinsson mildi vitundar. Náttúran sér fyrir öllum, engum allt fyrirhafnalaust þegar menn eru orðnir einherjar. Svið allra möguleika lausn alls vanda. Það hinn fullkomna regla. Þetta hefur verið vitað í þúsundir ára, aðeins gleymst á stundum. Sóist því iðilega. Verið daglega án gunnanna þriggja, því á þeirra leiksviði tvíveðrungur og óvissa. Á því leiksviði drottnar yfir ósvinnum, þessi sjálf sprotni drottin sem gefur og tekur. Dvitjat væ bæjam bavati, tvöföldni og andstæður sem eðli veraldar, valda ætíð óvissu og ótta. Gunnaleysið hollt og gott hverju manni, Bhagavad Gita, annarkafli 45-48. Raunar nauðsyn mikil og svo mesta til að hvílast frá dansi veraldarinnar. Taka ætti ákvarðanir út frá tærri vitund, Yogasa Kuru Karmani. Mennitin hafa val, ráða hvernig þeir lifa. Óskir, langanir og þrár mannanega uppfyllast, háleitar langanir. Þeir stjórna sjálfur gæðum óska sinna. En þau gæði hins sömu og mannsins sem óskar. Eðli lífs gróska. Allt græir og leitar fullkomnunar sinnar. Aukinn tærleiki leiðir til framfara. Athafnir í gruggi tímasóun, mikil áreynsla en lítill afrakstur. Eftir alla fyrirhöfna lendir það að lokum sem jötnafóður. Óskir og langanir drifkraftur lífsins, náttúrulegu kraftur í mönnunum. Gefið því freistingum álfanna tækifæri. Ripuhú hinnar vitru fíngerðu ofurmennsku verur álfanir okkar. Rásir inn í fjársjóð álfana, falinn í helli. Víið ykkur sjálf altær og freistingarnar verða týréttar sjálfkrafa, háleitar óskir. Tengið vöku við hið 4. vitundastigið, glaðheima. Engin mannleg hugsun hríð. Lifið ginnungagap, eigin vitund, laus við náttúrunar eiginleika 3. Úr ginnungagapi getur maðurinn stjórnað viturlega, út frá tífa túni ragnasjötum náttúrulögmálunum. Á yfirborðinu, sviði náttúrunar, við ótengd, vonlaust að stjórna nokkru gagni. Þar gunnadansinn og gjörðaflækjan órannsakanlega. Nú komin tími á tærleika og virðingu. Ég samt að Kyoto, þetta eftir Sigmund.
úr þjóðlífi 68 búi. Við skulum endurtaka hér, rifja upp. Mér svo mikið hjartans mál að allir skilji. Mennirnir ættu aldrei að riðla jafnvæginu, aldrei að slá falskan tón í fullkomna hljómkviðu ymis. Mennirnir verða að ná í valhöll, lifa 5. og 7. vitundastig, lágmark. Þá verði ekki stríð, ekki náttúruhamfarir, því það tvennt af sama toga þótt sumir sjáu ekki að svo Þjóðtrúin segir að veðurfar og efnahagur haldist í hendur, þannig að óáran öll sé af sama toga, má til sannsvegar færa. Því jaft styrjaldir, náttúruhamfarir, efnahagshrun, öll slík óáran dynur yfir þegar þanþoli móður náttúru ofboðið. Það alltaf einum og sama toga, á okkar valdi að kippa því í lag. Í milljónir ára hefur náttúran þróað þið fullkomna út frá fullkominni reglu tífatúna. Ekki eyðileggja, ekki fikta við að riðla genum, erðabrettu gróðurveldur röskun og vansköpun. Þegar menn gera huga sinn tærar, verður veröldin einnig tær. Mennirnir stjórna náttúrunni, mennirnir stjórna veröldinni. Náttúrun á sama róli og vitund mannanna leifir. Tærleiki mannanna færi þeim stuðning náttúrunar, stuðning tilbaka, því þaðan ísa niður í gjöf, góð fórn. Samhljómur verður í umhverfinu, ástíðurnar verða réttar, fyrir gróðurinn svo sem regn og þurrkur, hlýindi og vetrasvefn plantna, umhverfisáhrif verða til góðs, mikil ábyrgð mannanna. Náttúrulegast að allir hafi nóg, mátulegt, grótti sem of mól stillist. Ósvinnar og illar þjóðir eti sér ekki aldurtrega, enda fá þær af því hlægis meðal horskara. Náttúrun heldur öll í jafnvægi af fremsta megni og af náttúru sinni. Fimbulkröftu ginnungagafs regla ríkir í náttúrunni. Mannsugurinn af náttúru sinni getur tilengað sér þessa reglu. Hvaðan kemur hún? Úr ragnasjötum, úr ginnhelgu orkumiklu eilífðinni. Röð og regla, rán í ægi, grunnur undir alla þekkingu. Við getum tilengað okkar hana af okkar eigin náttúru. Maðurinn og náttúrufyrirbærin vinna samkvæmt vitsmunum, sömu vitsmunum. Hvaðan koma þessi vitsmunir? Úr tífatúni. Vitsmunir setja ferlið af stað, viðhalda því, geta stöðvaða og ekkert í náttúrunni fær staðist án þessar vitsmuna. Meðbyr þeirra altæru, þetta sem einherjar njóta, heitir stuðningur náttúrunar og hann eðlilegt fyrirbæri, þótt við höfum ekki lært þetta fyrr. Við skulum forðast dróma og læðing og skilja að orka mannanna ekki á sviði náttúrunar heldur í tífatúni. Úr samsviði allra náttúrulögmála stjórna mennirnir með góðum óskum sínum einum saman. Eitt nauðsynlegt. Kannski gaman að mæðast í mörgu en óþarfi. Skessan ógurlega, sem menn voru hræddir með, móðir náttúra. Eiga skessur fjörregg. Þegar Ólafur Möður hittir skessuna á leiðinni suður í 9. útgáfu ferðasögunar í Óðsmáluminum Fáðu, kennir skessanánum að muna nú eftir afmælistegi Jesú með því að nota náttúruna. Á myndinni sól á fjallatoppi vetrarsólstöður á Íslandi. Og hún kennir Ólafi Möði, en Möður bara eitthvað bull sem skessan býr til, af því það rímar við ætlar suður. Hún kennir honum að hnýsast inn fyrir sýnilega náttúru, þar öðlast hann högnuð. Við saman galdrastaf. Srodda Sutti að hreinsa allar rásir líkamans sem stórar og litlar og allan okkar kropp. Þá förum við að hlusta og heyra það sem viturt Opnum elfur, fljótin og lækina í okkur, finnum álfa. Annars kapnar allt, staðanar allt, stíplast, fyllist af óþverra og mori, getur ekki hreinsast. Ríbú rásir. Hvar hinar vitru fíngerðu ofurmennsku verur álfarnir okkar? Þær finnast þegar allar rásir hafa óhindrað flæði. Engin aukaefni mega setjast fyrir í rásum líkamans, það stíplar. Sinn vill ekki stíplu í synþasíuna. Álfar, elfur, rásir, sörróta, rípuhú, allt á tæru. Ekkert þá til ama. En ama gruggur og ótærleiki sem safnast upp og stípla rásir. Ekkert má stípla sörróta, elfur, rásir. Móður náttúra hugsa fyrir þörfum okkar, við skulum treysta þessu. Eina sem við þurfum að gera að losna við alla synd, alla streitu, allan grugg úr okkur.